Hvaða hlutverki gegna nýrun og hvar eru þau? Nýrun eru í kviðarhólinu, þetta var brjósthól, þetta var kviðarhól, en þau eru aðeins hérna á bakvið. Þau liggja hérna aftan í kviðarhólinu, sitt hvoru megin eru 2, þetta er miltað hérna, það tekur þátt í að berjast í bakteríur og annað. En hvernig virka nýrun? Það liggja stórar æðar hérna inn og stórar æðar út aftur, því að blóði fer nokkru sinnum á sólarhring hérna inn í gegnum nýrun, inn í þess að hnúða hérna og þeir vinda blóði svolítið eins og við vindum tusku. Þá fer eiginlega allur vökvinn úr blóðinu og yfir í aðra leiðslu sem liggur svo niður tilbaka, hérna inn í áttamiðjunni, en afgangurinn á blóðinu heldur áfram niður að við hliðina. Á meðan þetta leggur niður, þá fer meiri hlutan af vökvanum tilbaka. Því að ef ekkert færi tilbaka, þá værum við að pissa cirka 180 lítrum af vökva á sólarhring. Það mun aldrei ganga upp, þá þurftum við að drekka hátt í 200 lítra. En hluti af þessum vökva fer út og með honum fara alls konar úrgangsefni. Það sem fer niður, fer svo hérna niður og niður í þvagblöðru og við pissum því út. Þannig losum við okkur við úrgangsefnin. Vökvinn fer eins og ég segja mestuleitt aftur yfir í blóðið og svo út og aftur í gegnum blóðrásina og svona gerist þetta aftur og aftur nokkru sinnum á sólarhring því að við erum ekki með nema 5-6 lítra blóði fullvaxinn einstaklingur. Hérna ofan á eru svo nýrnahettur, það framleiða alls konar hormón. Við getum lifað með bara 1 nýra. Við erum með 2, það pínu svona vara, ef annað bilar þá hitt áfram, en við getum fengið nýra og það yfirleitt reynt að gera það þannig að við fáum þá nýra úr einhverjum sem skyldur okkur, það bara til þess að auka líkurnar á að líkaminn hafni því ekki. Það þarf að vera ákveðnir hlutir í lagi til þess að það sé hægt að greiða líffæri í fólk. En við erum náttúrulega að taka pínu áhættu að vera bara með 1 nýra, en það að sjálfsögðu eitthvað sem hverjum verður ákveða fyrir sig ef við erum í þeirri stöð og þurfa að velta því fyrir okkur hvort við séum tilbúin að gefa nýra eða ekki, en flestir gera það nú fyrir eitthvað nákominn. Þannig að nýrun eru gríðarlega mikilvæg. Ef þau bila, þá erum við í miklum vandræðum mjög hratt. Af því að þá safnast upp ákveðin eiturefni í líkamanum, söltin fara í vitleysu og það alls konar rugl sem fer í gang. Það hægt að láta þá tengja sig bara við vélina á spítala sem skilur þessi eiturefni út, en þá maður fastur við vélina. Maður þarf ekki að vera fastur við hann alla sólarhringinn, en maður þarf að tengjast við hana í töluverðan tíma á hverjum einasta sólarhring, þannig að maður eiginlega fastur inn á spítala, sem náttúrulega hægt að redda sér í skamstíma þannig, en það ekki lausn sem góð til lengri tíma.